Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá er komið að heimsmálunum og ég ætla að slá á þráðinn til Bangkok þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, staddur. Vertu velkominn, Hilmar. Sællvertu. Herðu, við verðum að byrja í Gaza, þar sem að er einhvers samkomulag. Ég veit ekki hvort það sé byggt á öllum þessum punktum sem að Trump lagði til. Það er talað um eins og það sé fyrst og fremst samkomulag að sleppa gíslunum í gegn því að Ísraelsmenn hörfi að einhver leyti af Gaza. Heldurðu að þetta sé fyrsta skrefið í átt að friði eða er þetta samkomulag bara til þess að reyna að stoppa morðin allavega í nokkra vikur svo að einhver hjálpargögn geti borist inn á Gaza? Það er merkilegu dagur á morgun því þá verður ekki þennan morgun og þá verður tilkynnt hver fær friðarverðlaun Nóbels en það er nú annað mál en allavega þetta er eins og þú segir þetta er fyrsti fasi, þetta er fyrsta skrefið og þá talaðum að sleppa gíslunum ísraelsku gíslunum, það er talað um að sleppa palestínskum föngum. Mér skilst það því líka í þessu aðstoð, neyðaraðstoð, aðstoð við palestínumenn fá að fara inn á svæði og Ísrael er að draga því tilbaka einhverju leyti að einhverju línu en þetta er ekkert næstu því allt sem var inn í þessu 20 punkta samkomulagi. Eins og þetta vil líka verið sagt, þetta er fyrsta umferð, þetta er fyrsti fasinn í þessu þetta er náttúrulega bara vopnahlé í sjálfu sér. Þetta er vopnahlé samningur. Þetta er vopnahlé samningur frekar en friðarsamningar. Ekki friðarsamningur í heild. Og það er til dæmis alveg óljóst að sem Netanyahu hafi lagt mikla áherslu á að Hamas verði algjörlega afvopnað. Ég sá ekki að það væri inn í þessu. Það er ekki ljóst hvenær Ísraelar eiga alveg að vera farnir frá Gazasvæðinu ef þau fara alveg. Það er ekki ljóst hvernig varðandi að Gaza verði að Palestína verði sjálfstætt ríki eins og mörg lönd eru búin að vera að lýsa yfir, það er ekki inn í þessu. Bara talað um einhvers konar board of peace eða hvað þetta var kallað sem á að stjórna svo sem Trump væri og svo Tony Blair sem ég sluti sérstaklega þess að Tony Blair er nú einn af þekktur fyrir að hafa tekið þátt í ólöglegri innrás í Írak 2003 en hann er þarna. Þannig að það er margt sem vantar í þetta en mér finnst bara það að gíslunum skuli vera sleppt og að það skuli koma aðstoð inn á Gazasvæði og einhverju fangaskipti eða föngum sleppt og það verði árásum á Gazasvæði verði hætt. Það er ákveðið skref en það er mikil óvissa framundan. Þetta er ekkert heilt að samkomulag eins og þú veist. Þetta er mjög raunverulega lík staða og var í upphafi árs það sem að Biden-stjórnin gerði að sumu leyti að því að sagt var fyrir tilstuðlan Trump sem var að fara að taka við að þá var gert vopnahlé og það var bjartsýni sem að fylgdi því líka en síðan hófu Ísraelsmenn aftur árásir og kenndu náttúrulega Hamasliðum að hafa ekki haldið samkomulagið. Já, það er alls konar hluti sem getur gerst á leiðinni það er að framkvæma þetta samkomulag það er eitthvað sem við vitum ekki hvernig mun ganga, en ég held að sé betra að fá þetta samkomulag heldur en að fá ekki neitt og Alveg klárlega, bara að morðunum linni einhver tíma, það er ávinningur. Já, og Arabaríkin að styðja þetta jákvæð, löndin sem koma að sem voru Katar og sérstaklega Katar, Egyptaland og Tyrkland og svo náttúrulega Bandaríkin eru í forystu þarna og Netanyahu virðist tala vel um þetta í bili. Ég heyrði ekki betur en að fjármálaráðherra í Ísraeli sá það einhverjum fréttum að hann hefur ekki hlynntur þessu. Hann ætlar að gera atkvæði á móti þessu í ríkisstjórninni. Já, hann ætlar að gera atkvæði á móti þessu, hann hefði ekki komið í gegn ennþá eða hvernig það er. Allavega þetta er ekki, hann reyndar er svona mjög langt, svona öggamaður margra mati. En allavega sem reyndar ríkisstjórnin er sjálf í heild. En allavega þetta er allavega skrifir í þetta átt en það eru bara mjög mörg mál ófrágengin og maður velti fyrir þessu krafunum að Hamas kom ekki formlega að stjórn Gazasvæðisins, hvað kemur í staðinn, hvernig verður það og það er líka að afvopna alveg
ef við til dæmis nefnum þessu Úkraínustríði, þá held ég að Rússar sé ekki að gera kröfu það að Úkraína afvopnist alveg. Það bara að tala hún muni hafa defensive capabilities og hvað getur varið sig en ekki offensive capability, ekki haft getur til að vera með árásir, sérstaklega hjá Rússland. En það er þetta óvinnilegt ef að stofna sjálfstætt ríki, Palestínu, ef að þeir hafa engin vopn til að verja sig og ef að þeir sleppa öllum gíslunum. Það veist, ég heyrði ekki og þú kannski veist það betur en ég hvort það hafi verið talað það að Hamas myndi núna algjörlega afvopnast. Ég held ekki og öll göngin verið eyðilögð sem að þeir hafa geta leita skjóls í. Mér skilst það sé upp á eyðileggi kannski helminginn af göngunum sem það voru. Ef þeir þurfa að láta þau að eyðileggja þau og öll vopna hendi, þá er þeir algjörlega varnarlausir. Auðvitað myndi maður vilja að þeir gætu verið vopnlausir og treysti að næstu fasar af samkomulaginu verði það átt að það náist varanlegur friður, en það er engin trygging fyrir því og þá eru þeir algjörlega varnarlausir. En það virðist vera að Netanyahu hafi fattist á það að því er sleppt í bili allavega. Hann var til að taka þetta skref núna án þess að það væri farið inn í þetta atriði að algjörlega afvopnun sem ég get ekki ímynda mér að verði algjörlega samþykkt. Það getur vel verið að það verði sagt að Hamas verði að afhenda öll vopn, en að öll vopn Palestínumanna sjálfra til þess að afhenda það verði allt látið að hendi. Ég skil það ekki. Og svo líka með þetta Palestinian Authority sem er á Vesturbakkanum, hvernig á þetta ganga upp og hvernig á að stjórna þessu. Ég veit það ekki. Þetta er margt óljóst í þessu, allavega ég er sammálaður í því að það að drápin stöðvist og fólki fá einhverja aðstoð og að það sé farið eitthvað ferligang sem að hugsanlega gangi upp þó að við vitum ekki hversu líkurnar eru háar. Ég held að það sé til bóta. Já, en besti söguþráðurinn gæti verið það að þarna þessi fyrsti áfangi sem er vopnahlé, gíslunum sleppt, palestískum föngum sleppt, Ísraels her hörfi þannig að hluti af Gazasvæðinu verið öruggur, þar komist inn matur og hjálpargögn og sé hægt að sinna þeim sem að þar eru hrjáðir, svangir og hraktir. Það og í kjölfarið að þá verði haldið áfram með viðræður og ákafi Bandaríkjastjórnar og Trump til þess að þetta leiði til friðar verði það mikill að Ísraelsmenn telji sig ekki geta hafið árásirnar að nýju. Þetta er kannski svona besti fasin sem að maður getur séð fyrir sér á næstu vikum og mánuðum. Já, það er eina landið sem að getur haft áhrif á Ísrael er Bandaríkin. Og það að Trump skuli vera, og hann er örugglega þreyttur á því að vera með svona mörg vandamál á borðinu hjá sér, þar með þetta í Miðausturlöndum, að losna við þetta borðinu hjá sér og ég held að hann leggir töluvert mikla áherslu á þetta eins og þá er Ísraelar hafa sumir tala bara um að Ísrael stjórni Bandaríkjunum að þessu leyti, en allavega Bandaríkin geta haft áhrif og án vopna Bandaríkjunum gæti Ísrael ekki haldið þessu áfram, en ég held að það sé rétt að Trump vil í losna við þetta mál, hann vil ekki vera með þetta mál og það gengur hvorki að rekur að leysa Úkraínumáli, hann vil örugglega fækka vandamálum, en hann mun örugglega setja þrýsting eins og hann getur á að þessu ljúki. En hvað Netanyahu gerir, ég veit það ekki hvort og hvernig gengur að framkvæma þetta smátt og smátt að herinn drægist tilbaka og það gangi allt fyrir sig svona þokkalega snurðulaust. Maður á eftir að sjá það gerast, en þetta er besta vonin að því leyti að eina landi sem hefur einhver áhrif á Ísrael er núna að vinna á fullu í málinu og þetta er komið á einhver dregspöl og þá er bara að vona að það haldi áfram. Já. En Trump hefur nóg að gera. Þessar fréttir komu inn á fund sem hann hélt í Hvíta húsinu þar sem hann var að lýsa því yfir að Antifa sem eru óskipulög svona andspyrnu samtök eða ekki samtök í Bandaríkjunum væru hryðjuverkasamtök. Kom þess að fram á fundunum að það stakk ykkur upp á því að verður þetta ekki lýst sem alþjóðlegum hryðjuverkasamtökum og honum fannst það góð hugmynd og eiginlega skiptu ákvað það á fundunum að gera það líka. En þá kom utanríkisráðherrann til lands með þessar fréttir að það væri komið einhver svona samkomulag, einhverju verið að skrifa undir í Kaíró. En þá sagði hann, og það kann að vera litað því sem að þú nefndir hérna áðan að það verður tilkynnt á morgun hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels. Þá sagði hann að hann væri líka að vinna að því að ná
friði í Úkraínu sem svolítið annar tónn heldur en hann hefur verið með að undanförnu, þar sem hann virtist vera hans væri eiginlega búinn að gefast upp á Úkraínu, en hann nefndi það á þessu fundi að hann væri það verið að þokast nær friði þar líka. Ég veit ekki hvort að setja að taka mark á þessu, þess vegna nefni ég þetta svona að hann getur verið að menn tala öðruvísi í aðdraganda þess að friðarverðlauninu séu veitt eða eftir að búið að veita einhverjum öðrum þau. Já, hann hefur talað hann hefur leyst mörg stríð í heiminu, þar á meðal hérna milli það sem ég nú í Bangkok, milli Thailands og Kambódíu og víða í heiminum hefur hann talað milli átaka milli Pakistan og Indland. Hann vill líta út sem svona friðarforseti og það alveg ljóst að Trump ekki maður sem að bregst við vandamálum í fyrsta leik með því að grípa byssuna. Sko. Hann vill, þetta fasteignasali, maður sem hefur stundað viðskipti og hann vill semja, hann vill ná góðum samningum sem koma vel út fyrir hann sjálfan og vonandi líka fyrir Bandaríkin og vonandi fyrir heiminn líka. En hann vill ná samkomulagi, en ég sé ekki varðandi Úkraínu að það sé neitt í áttina þar. Það búið að vera ansi skrítið. Það var þessi Alaska-fundur sem að tók gríðarlega vel á móti Pútín og virtist halda að það væri hægt að Pútín myndi bara vegna góðvildar og velvildar við hann og vináttu hans að þá væri þetta að leysa þetta þannig og það var ekki og þá fór hann að tala sína pyrring gagnvart Pútín að hann væri mjög óánægður með hvað hann væri að gera. Svo ákvað hann þegar hann sá að það var ekki hægt að semja frið og fann enga lausnir því að Evrópa og sérstaklega Úkraína er ekki tilbúin í málamiðlanir sem að sumu leyti skiljanlegt að vil ekki fallast á það sem að Rússar að biðja það. Þá gekk það ekki og þá sagði hann bara að Evrópusambandið gæti unnið Rússland eða með aðstoð Evrópusambandið gæti Úkraína bara unnið stríðið eða sem þetta var náð öllu sínu landi tilbaka og jafnvel tekið hluta Rússlandi líka. Þannig að þetta er náttúrulega yfir allt svæðið sko. En ef hann hefur sagt að Úkraínustríðið að vera komið einhver lausn á því, þá átta ég mig ekki alveg á því hvað sú lausn á að koma. Ég held að hafi ekkert gerst í því máli sem að getur leitt til lausnar að Evrópa sé farin að svara kröfum Pútíns lið fyrir lið og tala nú ekki Úkraína og að benda á einhverjar hugsanlegar málamiðlanir. Ég hef ekkert séð, hvort að þú séð, ég hef ekkert séð það þannig að það sé eitthvað nálægt í að koma samkomulag Úkraínu sé alveg fjarri lagi. Já, þetta passar ekki við, það er fréttir sem að fær frá Evrópu þar sem að andinn og tónninn virðist vera fremur í þá átt að menn eru eiginlega að undirbúa sig og sumir hafa sagt að Evrópa sé í stríði við Rússland, að NATO sé í stríði við Rússland á meðan að aðrir eru spurðir að því og segir við erum að það er allavega ekki friður, eitthvað slíkt. Það sem að mér finnst vera að menn séu raunverulega að byggja sig undir það að geta horfst í augu við það að raunverulega sé NATO í beinu stríði við Rússland. Já, sko allavega það vantar ekki um eitt skref upp á það. Og allar þessar vopnasendingar og það stríðið skulle bara standa yfir á 4. ár án þess að sjá fyrir endan á því. Mér skilst að staða Úkraínu sé mjög slæm. Það er búið að varpa kostnaðinum á stríðið yfir á Evrópu. Þannig að Trump segir ég skal láta ykkur hafa vopni þið bara borgið fyrir þetta sjálf, fyrir mig er þetta bara business og svo sagði hann á frægum fundi nýlega með hershöfðingjum að aðalvandamálið eitthvað á það leið aðalvandamálið fyrir Bandaríkin í dag væri að geta ekki framleitt nógu mikið af vopnum og þetta væri orðið mikil viðskipti og svo náttúrulega erum við að heyra líka bara svo að það er vandamál í Evrópu, þú sér bara ástandi í Bretlandi og svo núna í Frakklandi, er ekki 50 forsætisráðherra á 2 árum sem var að segja af sig. Hann sat í 14 klukkutíma þessi. 14 klukkutíma. Já, þannig að þú sér bara að sko, Macron er búinn að vera að eyða miklum tíma í Úkraínumálið og Starmer er ekkert í góðri stöðu í Bretlandi en satt í ykkur klukkutíma 50 forsætisráðherran á tæplega 2 árum. Ég má skjóta inn að þá sá ég að það var svona skrifum þetta í Berlínske í Danmörku þar sem að þeir voru að kvarta yfir því að Mette væri
Já, það var eiginlega orðað svolítið með öfugum hætti. Það var allt í steik í ríkisstjórnin, hún væri svona lifandi dauð, hún væri ekki til neinna verka innanlands og þess vegna væri hún svona upptekin af því að vera að tala stríð í Evrópu. Hún var eiginlega að flýja þangað vegna þess að hún gæti ekki horfst í augu við svona eiginlega hægt andlát sinnar eigin ríkisstjórnar. Ég fylgist ekki svo vel með innanríkismálum í Danmörku. Danir náttúrulega hafa verið hollustu bandamenn Bandaríkjanna innan NATO og ESB. Þeir hafa verið algjörlega fylgt Bandaríkjunum og í einu og öllu og talaði mjög herskáan tón sem hefur gengið fyrir Washington, reyndi að lenda svo í vandræðum þegar Bandaríkinn fara að taka inn Grænland og svo framvegis og alls konar mótsagnir kom upp og þeir eru að leyfa Bandaríkjunum meiri aðgang að herstöðum í Danmörku á sama tíma og varnarmálaráðherra Bandaríkjanna neitar því ekki að það séu til plön hvernig að taka Grænland að Danmörku með valdi sem mjög sérstakt en það í Bandaríkjaþingi en já það er líka alveg þekkt að þegar að þjóðir eru í einhvers konar átökum, beinum og óbeinum átökum og Danmörk náttúrulega NATO-ríki og við Eystrasaltið og nálað við Rússland og það er mikið spenna á milli þarna að þjóðir fylkist sér á bak við leiðtoga eins og hana það er inn í myndinni en innanríkismál margra þessara landa ég er ekki að segja að innanríkismál Rússlands sé ykkur ægilega góðu lagi, ég hef ekki bara að taka það fram, ég er ekki að segja það er alls konar vandamál það líka en það eru mjög alvarleg vandamál innan NATO en þessi ríki telja sig raunverulega verða að dansa með því þú sér það á sama tíma og það er svona lítill hagvöxtur og svona slæm staða ríkisfjármála að þá eru löndin að samþykkja svona gríðarleg útgjöld til varnarmála á næstu 10 árum sem við vitum að gengur ekki Frakkland með sem ræður ekkert og Frakkar reynd bara að segja að þeir ætla ekki að fara að kaupa bandarísk vopn og gera það sem bandaríkjumenn er að tala að gera en þau samþykja þetta þó þau vitið það fyrirfram að þetta sé ekki að fara að ganga upp og þannig að mér finnst þetta að vera skuggalegt og þessi lönd líka, ef við tökum stærstu ríkin þá eru þau öll á mjög slæmum stað þau eru öll á mjög slæmum stað varðandi efnahagsmál ef þú lendir í kreppu einhvers konar áfalli, hvar ertu varðandi ríkisfjármálin, hvar ertu í opinberri skuldastöðu og þau eru öll á slæmum stað. Þýskaland er þessu stærstu kannski skást en samt engin hagvöxtur þar, voru sennilega ekki þessu ári og ekki 2-3 ár þar á undan og mér finnst Evrópa líka bara forystulaus, leiðtogar sem voru áður fyrir eins og Helmut Kohl eða Willy Brandt eða Helmut Schmidt eða Charles de Gaulle, svoleiðis við höfum eitthvað svoleiðis leiðtogar lengur, mér finnst einhvern veginn ekki vera neini leiðtogar. Mér finnst forsætisráðherra Bretlands ekki vera neitt leiðtogi þegar þessi hugmyndum að stofna coalition of the willing finnst mér andvara fætt og Macron er með í mjög slæmri stöðu og svo Þýskaland getur ekki veitt neina forystu. Þetta er allt frekar dapurlegt í þessu en þetta fólk hefur það allt sameiginlegt, það vill ekki, það telur ekki að samningar séu mögulegir við Rússland og ég skil ekki alveg því að það er alveg ljóst, ég er engin, þó að ekkur haldur að ég sé ykkur ægilega mikill vinur Rússlands, þá er það bara staðreynd að Rússland verður alltaf þessi 1000 ári og alltaf mörg hundruð ári eins og ríki, það verður alltaf áfram og Evrópa verður einhvern veginn, það verður tekur langa tíma að ná einhverjum samskiptum við Rússland eins og þau voru fyrir allavega þessa stóru innrás sem hófst í febrúar 2022, það tekur langan tíma en Evrópa þarf þá samt á einhverju tímapunkti að finna leið til að geta lifa með Rússlandi en það virðist ekki vera það er eins og einhver haldi að það sé hægt að láta Rússland bara hverfa. Ég meina það mun eitthvað gerast annað hvort að efnahagslífið hrynji eða að tapi á vígvellinum og vandamál einhver leysist einhvern veginn þannig eða að verið brotið upp í einhverja smáar einingar. Ég veit ekki hvernig þeir sjá fyrir sér endatablið þessi leiðtogar, ég skil það ekki. Já, þú nefndir sterka leiðtoga í Evrópu og líklega síðasti stjórnmálamaðurinn sem að
var talin að vera í þeirri stöðu var Angela Merkel. Hún gerði allt vitlaust í vikunni. Síðustu helgi þá fór hún í svona podcastviðtal í Ungverjalandi þar sem hún sagði að það hefði verið hægt áður en að kom til innrásar Rússa í Úkraínu að mynda einhvers konar afstöðu Evrópu gagnvart Rússlandi sem að hefði verið að vinna með og koma í veg fyrir innrásina, en það hefði ekki tekist vegna andstöðu Eystrasaltslandanna og Póllands fyrst og fremst og það hafi leitt til þess að Evrópa gat ekki með diplomatískum leiðum unnið í vaxandi spennu á milli Evrópu og Rússlands til þess að koma í veg fyrir stríðið. Það var allt vitlaust eftir þetta og hún skömmu mikið og margir sem að stíga fram og að segja það að Angela Merkel hafi aldrei verið þessi öflugi leiðtogi Evrópu sem að tala var á sínum tíma, heldur þvert á móti. Hún hefði verið til óþurftar og enn frekar það sem hún verið að segja í dag. Já, sko, það má deila þetta, en ég held að í Asíu hún kallur pragmatist, sko. Hún var í svona hún skilur, sko, málið það, þegar að var að tala að Úkraína fer í NATO 2008, í apríl í Búkarest 2008, þá var hún á móti þessu. Sama sagði forseti Frakklands. Hann var líka á móti þessu. Og þau sáu fyrir sér, og ég held að sko, af öllum öðrum, þá hafi Angela Merkel þekkt Putin mest persónlega og hún mat þetta svona. Og svo náttúrulega fer Úkraína ekki í NATO og síðan eru 17 ára og Úkraína ekki í NATO og nú tröfla sig að það ekki í NATO. Þannig að þetta er náttúrulega algjör farsi. En það sem að mér finnst það hafa verið mistök, ég sko, fyrsta lagi, sko Putin var á þessu fundi í Búkarest 2008 og talaði algjörlega á móti þessu Úkraínu, þetta verið hættulegt. Og þetta var í apríl 2008, í ágúst 2008 verða átök í Georgíu. Og NATO breytir ekkert skoðun að Georgía átti að fara í NATO með Úkraínu. Já, 4 mánuðir seinna verða átök í Georgíu. Síðan Krímskaginn tekin í mars-febrúar eitthvað 2014, síðan verður allsherjar innrás. Sko, Merkel taldi að þetta myndi sjóða upp. Þarna Rússland orðið mun sterkara hernaðarlega heldur en það var þegar Eystrasaltsríkin fóru inn. Eða Pólland. Pólland fór inn í NATO 1999 og Eystrasaltsríkin fóru 2004. En það sem var náttúrulega slæmt með Úkraínu og sýndi fyrst míniriti svona dómgreindarleysi að tala Úkraínu farin í NATO, það var ekki samstaða innan NATO. Sko Rússland getur ekki stöðvað það að einhvern ríki farin í NATO, það getur það ekki. Svo Rússland var ekki trefið að því að Finnland farin í NATO eða Svíþjóð, vildu það ekki. Þó að Finnland og Svíþjóð sé ekki mikilvæg fyrir Rússland eins og Úkraína sem skiptir mjög miklu máli út á Svartahafinu og svo framvegis, út á Krímskaganum og svo framvegis. En allavega sko Rússland getur ekki stöðvað innan NATO-aðild. Þessi stöðvuðu NATO-aðild Úkraínu voru NATO sjálft. Þannig ef það einhverjum að kenna Úkraína var ekki aðild að NATO, þá það NATO-ríkjunum sjálfum að kenna. Og það var ekki bara Angela Merkel. Þannig að NATO-ríki sjálf sem að stöðvuðu NATO-aðild Úkraínu og mitt mati það, ef það átti að hleypa Úkraínu, tala að álykta eins og var gert, þú getur bara að lesa fundargerðina, hún á netinu, það talað will become member of NATO, sem því það bara verði aðild að NATO, mjög ákveðið orðalag, það ekkert verið að skafa því, þetta eitthvað sem á að fara að gerast, þá hefði átt að hleypa Úkraínu inn bara nokkrum mánuði seinna. En að láta landi bíða í 17 ár, náttúrulega alveg út í hött. Og þannig að það var ekki, það vandamáli. Vandamáli, sko, Rússar náttúrulega voru á móti þessu. Rússar voru alltaf á móti stækkun NATO. Þeir voru á móti stækkun NATO 99, 2004 og allar aðra stækkanir, síðustu stækkanir með 2003, það finna fara inn 2004, þess við verðum alltaf á móti þessu. En þeir gátu aldrei og get ekki stoppa það. Sko, Úkraína hefði getað farið inn í NATO bara nokkrum mánuðum seinna. En þeir biðu, síðan verður innrásin verða átök í Georgíu í ágúst 2008 og þá kemur sennilega hika á NATO. Það kemur hika á NATO að það verður styrjöld eða átök í Georgíu og síðan Krímskaginn tekin, þá kemur hika og svo framvegis og síðan kemur innrásin í febrúar 2002 og núna ekki verið að tala stækkun NATO lengur. En þetta var ákvörðun sem var tekin
og varandi það sem þú nefndir áðan Eystrasaltsríkin að þá hafa þau viljað, sko þau treysta ekki Evrópu í varnarmálum, hafa aldrei gert. Þau hafa bara slæma sögu og ég skil alveg hvað þau hafa ofboðslega mikla vantrú og skömm á Rússlandi sem við leiti bara miðað við þeirra sögu og saman með Pólland. Póllandi var skipt, þjóðir að skiptu, eins og þú veist, Rússar þjóðir að skiptu Pólland á milli sín í seinni heimsstyrjöldinni. Og svo og Pólland var leppríki eða satellite state á meðan að Eystrasaltsríkin eru bara sýslur eða héruð í Sovétríkjunum og ég skil vel þetta en að þau sko líta einhvern veginn þannig á. Ég hef verið að kenna og ég kom fyrst til Eystrasaltsríkjanna 1995 fyrir 30 ára síðan, þá aðstofum utanríkisráðherra og var síðan að vinna fyrir Alþjóðabankann þar í 3 ár og búin að kenna þar í 20 ár núna. Að þau telja ekki að sé hægt að sigra, að það sé ekki hægt að semja við Rússland skapaðan hlut og þú verður bara að beita valdi. Það er bara að beita valdi og þau geta náttúrulega sjálfsögðu ekki beitt valdi og þá er NATO aðeins hugsað þannig, ok, NATO getur lamað Rússland hernaðarlega og Evrópusambandið efnahagslega og þau einhvern veginn trúa þessu og þegar ég var að tala við fólk um Bandaríkin og að því við Íslendingar höfum góðar samstarf í Bandaríkina en Bandaríkin eru fyrst og fremst sitt eigin mál og að eigin þjóðaröryggi að það get ekki treyst Bandaríkjunum blindandi. Þú heldur töldu það að til dæmis að margir vilja tala það að NATO eða Bandaríkin hefði tæknilega yfirburði og gætu í hefðbundnu stríði unnið Rússland. Við erum að sjá að það er ekki að ganga. Sko Úkraínumennirnir sem voru hafa verið að berja eftir Rússlandi hér yfir 4 ár eru mjög góðir hermenn. Þeir eru ekkert lakari heldur en bandarískir hermenn eða aðrir evrópskir hermenn. Þeir eru góðir hermenn og þeir hafa fengið mjög mikið af vopnum, 100 milljarða bandarískara í vopnum og þeir eru ekki tekist. Þannig að það er ekkert auðvelt, það er engin tæknilegri yfirburð eða eitthvað sem veldur því að sýta að vinna Rússland á vígvellinum. Varandi að svo treysta Íslandingin á það að NATO muni alltaf verja þessi lönd hvernig sem er. Sko Bandaríkin hugsa bara sína eigin þjóðaröryggishagsmuni og varandi tryggingu NATO þá hefur Trump ekkert voðalega mikið álitið NATO og skuldbindingu NATO hvað Evrópu. Þannig að það er ákveðin óvissa, þú verður að fara varlega. Hér á Íslandi þurfum við líka að fara varlega með Trump í forsetaembættinu. Þó við séum með tryggingu frá NATO þá er það mikil óvissa að við eigum að forðast öllu að vera í átökum við einhver lönd og jafnvel alls ekki að fara í það að kaupa vopn gegn rússneska hernum eins og staðan í dag. Það er algjörlega fáránlegt en við hefum gert það. Þannig að sko Bandaríkin eru bara eins og önnur stórveldi. Þeir hugsa sína hagsmuni fyrst og fremst. Svo það líka þessi oftrú á viðskiptaþvingunum að Evrópusambandið geti knésið og Bandaríkin knésið Rússland í varðandi viðskiptaþvinganir. Þú getur miklu gert það í einpóla heimi þar sem að Bandaríkin eru algjörlega ráðandi sem heimsveldi og síðan hafa þeir Evrópusambandið með sér. En þú ert komin í fjölpóla heim þá þýðir þetta ekki neitt. Þá ert með Kínverjarnir sem í samkeppni við Bandaríkin vilja síðast að öllu sjá Rússa fara á knén og þeir bara setja líflínu á þá og öll Asíuríkin eiginlega öll og ég er núna, ég veit það sjálfur, ég er að tala við fólk alla daga, þau eru ekki með neina slíkar þvinganir á Rússa, þannig að það er bara allt galopið. Þetta er allt saman voðalega óraunsætt. En þú nefndir Eystrasaltsríkin og það sem Merkel sagði, Merkel hefur greinilega viljað semja. En þá segja bara menn í Eystrasaltsríkjunum, sko þú semur ekkert við Adolf Hitler. Og ef þú ert búin að setja Putin í sem einhvern konar Hitler, þá ertu búin að taka samninga út af borðinu, það ekki? Þú ferð ekkert að semja við Hitler. Þannig hefur staðan náttúrulega verið í 3 ár í Evrópu. Evrópuleiðtogarnir vilja ekki semja við Rússland. Nei. Og Macron hafi einu sinni hitt Putin eða ekki? Var ekki Macron hitt hann einu sinni einhvers staðar? Þannig sem við bara engin til að vera gert til þess að búa til einhvern samtal við Rússland. Líka hitt hann. Já. Ég held að Olaf Scholz og líka Macron hafi hitt Putin og það var einna frægast þessi fundur. Ég held að það hafi verið hvað voru margir metrar á milli þeirra, eitthvað ægilega stórt borð og milli þeirra og
Já, þeir hafa hitt hann, það er allavega, það var áður en að styrjöldin hófst, það var áður en að innrásin í febrúar 2022 hófst, það ekki. Þannig að þeir hafa að tala við hann og auðvitað hafa allir þess að tala við Pútín bara eftir að styrjöldin, eftir innrásin febrúar 2022 þá hefur þetta fallið niður. En sko, Angela Merkel hefur viljað semja og eitt af það sem Þjóðverjar voru að gera, þeir voru með Nord Stream 2, leiðina. Og þeir voru að auka viðskipti sín við Rússland og ég veit að Donald Trump var opáslega mikið á móti þessu. Þegar að Biden tekur við eftir fyrra kjörtímabil Trump þá ákvað hann að samþykkja Nord Stream 2 leiðsluna milli Þýskalands og Rússlands af því hún var eiginlega tilbúin. Það var áður en að Rússland gerði seinni innrásina 2022. Þá hefur Merkel verið að hugsa að stunda viðskipti við Rússland þannig að þetta löndin eru háð hvert öðru. Þess að Rússland að selja gas til Þýskalands og Þýskaland græður á því að kaupa hagstætt gas sem innríki styrki sína samkeppnisstöðu gagnvart Kína og í Asíu og bara öllum heiminum og Rússarnir eru að fá gjaldeyri sem þeim vantar og þeir eru að fá góð verð, sennilega töluvert betri verð heldur en þeir fá í dag frá Asíu af því að Evrópa er vík álfa. Þannig að hún hefur kannski verið að hugsa svo við erum að gera eftir svipað sem evruna. Frakkland og Þýskaland voru alltaf að berjast þær heimsstyrjaldir, ef þeir eru með sama gjaldmiðilinn, þá myndu sjálfur, þeir myndu drepa það drepast báðir ef þeir eyðileggja gjaldmiðilinn, sameiginlega gjaldmiðilinn. Og það hefur kannski kallað independence-stöður, í þess að löndin verða háð hvert öðru. Þetta er eitt af því sem að Vesturlönd hafa verið að gera hvort háð hvert öðru, hluta sömu stofnunum, útbyrjaða lýðræði. En þessi var mjög illa tekið í Bandaríkjunum og líka í Evrópu og Eystrasaltsríkin var mjög illa við þetta. En þau trúa því að það sé hægt að knésetja Rússlands annarkvort hernaðarlega með hefðbundnum vopnum eða efnahagslega og svo trúa þau líka því að undir engum kringumstæðum muni Rússland nokkurn tíma að setja til hugar að nota kjarnorku. Sama þó að það væri að hrynja efnahagslega og brotna upp í einingar eins og Kaja Kallas, utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins sem við talaði að vera æskilegt að myndi gerast, að Rússland myndi brotna upp í smáar einingar. Hún hefur víst ekki talað það hvar hún haldi að vopn Rússlands, kjarnorkuvopn, 6.000 stykki, myndi lenda ef það gerist. Þannig að maður hefur ekki séð það. Mér finnst þetta allt vera voðalega skrítið, en þessi lönd þau vilja ekki semja við Rússland, það sé ekki hægt. En ég bara sé ekki fyrir mér, ef þú ert með 145 milljónir, hversu mikið sem þú hatar þetta land, ef þú ert með þetta uppaðir, alveg uppbyggð og það var berjast við það á 4. ár og stríðið er að tapast en ekki að vinnast, hvað ætlar að gera? Og það er alveg, ef Rússland á að hrynja efnahagslega, hvað er að hrynja efnahagslega núna? Það er Frakkland sem er að hrynja efnahagslega núna, er í miklu vandræðum. Rússland hefur alls konar vandamál, en ég sé engin slík merki. En Angela Merkel hefur verið að reyna að finna einhvern svona flöt til að lifa með Rússlandi. Auðvitað það hugmynd sem er mjög erfitt að selja í Evrópu, sérstaklega í dag. Það er mjög erfitt að selja það og það er bara ekki hægt. En ég meina, hver er útleið? Hvernig ætlum við að losna við Rússland að landakortinu? Þú færir ekki Eystrasaltsríkin frá Rússlandi, þau eru þarna og Rússland er þarna líka og verður þarna næstu 1000 árin. Og það er þessi langtíma stefna sem vantar í Evrópu. Hvernig sjá kanslari Þýskalands, þetta stóra iðnríki og forseti Frakklands sem er bara með neyðarástand í sínu landi og það er náttúrulega mjög mikilvægt land, það er annað stærsta hagkerfi Evrópusambandsins. Ítalía er í slæmum stöðum og Bretland er ekki í NATO. Hvernig sjá þessir aðra fyrir sér langtíma samskipti við Rússland? Ég veit það ekki og ég held samt viðurkenna aðila að það þurfi að semja frið, en samt má ekki semja neitt og það eru bara gerðar ítrustu kröfur á báða bóa og það heldur áfram. Ef það eru ítrustu kröfur á báða bóa og svo segir Trump í Hvíta húsinu, þú varst að segja það á þannig að það væri bara stutt í samkomulag, ég sé hvernig á það gangi upp. Ein leið til þess að horfa á Úkraínustríðið er að horfa á þetta í svona kannski lengri sögu og ólíkum hagsmunum. Þú bent á að Eystrasaltslöndin og ég held að það sami eigi við Pólland og mörg lönd í austri að þau horfa á vernd Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi sem er þeirra svona sögulega stendur þeim mest ógn þar þótt að þeim hafi í gegnum tíðina líka staðið ógn af Þjóðverjum og vesturhluta Evrópu.
Þetta lönd sem út af sögu sinni að vilja verja sig fyrir Rússlandi en treysta ekki á Evrópu og vilja þar af leiðandi hafa öryggistrygginguna frá Bandaríkjunum. Það rímar við svona hugmyndina á bak við NATO að halda Bandaríkjamönnum inn í Evrópu, Rússum frá og Þjóðverjum niðri. Bandaríkin eru hins vegar að hafa verið á undanförnum árum og eru núna að endurskoða sína svona öryggistefnu og hvernig að nýta herinn og margt sem bendir til þess að þeir munu draga sig enn frekar úr Evrópu. Sömuleyti var það byrjað, við þekkjum það Íslendingar að herinn fór af Miðnesheiði og þá var matið það að Bandaríkin ættu að einbetta sér að Kyrrahafinu og Asíu frekar en Evrópu og draga úr stöðu sinni í Evrópu. Evrópumenn hafa eins og verið illa undirrita búnir að þeir, eins og hefur komið í ljós, að þeir hafa ekki hergagnaframleiðslu eða her til þess að verja sig sjálfir, hafa treyst á að fá vörn frá Bandaríkjunum og Bandaríkin hafa verið þrýst á þeim að þeir verið að geta fjármagnað þetta sjálfir. Við horfum á það núna í fréttum dagsins þar sem eru að reyna þú veist, að auka herútgjöld hvert land fyrir sig þó þau standi efnahagslega veikt og skuldi mikið og síðan hefur Trump eiginlega dregið Bandaríkin út úr stuðningi við Úkraínu. Hann hefur sagt að þeir megi bara kaupa vopn en ég ætla ekki að borga fyrir það, þeir verið að finna peningin og þá vill Evrópa taka yfir skjaldeyris varaforða sem geymdur í Belgíu sem Rússar eiga 20.000 milljarðar eða svo, taka það til þess að kaupa bandarísk vopn til þess að senda til Úkraínu því að þeir eru ekki bara að auka sín eigin útgjöld, heldur þurfa að fjármagna stríð Úkraínu gagnvart Rússlandi og þetta dæmi að einhver leyti svona bara ekki að ganga upp og það kannski vandinn sem að Evrópuríkin eru í og þess vegna eru þau að reyna að halda Bandaríkjunum sem mest inni og kannski Úkraínu stríðið líklegast svona segullinn til þess að halda Bandaríkjunum þó inn í Evrópu og það hefur kannski verið svona söguþráður undanfarinna 3 ára að það verið að reyna að nota Úkrænustríðið til þess að auka sem mest skuldbindingar Bandaríkjanna til varna Evrópu en þetta svona frá kannski síðastlunum vori eitthvað svo leysa þá augljóst að þetta heldur ekki að virka því að Bandaríkjamenn virðist alltaf að draga sig út úr Evrópu hvort sem þannig að Evrópa situr eftir í einhverju ótrúlegri klemmu þar sem að reyna að viðhalda einhverju stöðu sem að kannski má rekja til svona innpóla heimsins, þau eru ekki undirbúin það hvernig hún eigi að hegða vörnum sínum eða viðskiptum í fjölpóla heimi og svolítið svona kannski bara eins og hauslu sæna. Já, þetta svona dramatísk greining hjá þér en sko sjáðu þeir hafa enga samningsstöðu. Þú sér eins og Trump kemur og heimtar það að 5% af vergri landsframleiðslu fari til varnarmála og við vitum að gengur ekki. Auðvitað ef að Evrópa hefði verið í einhverju samningsstöðu hefði þeir bara sagt við ætlum bara að föra það bara úr NATO. Þetta borgar sig ekki fyrir okkur að vera að borga 5% af vergri landsframleiðslu þetta eru rísa fjárhæð. Hvað þetta? 10-12% af ríkisútgjöldum? Ég meina þetta gengur ekki, þú sér það, þetta myndi aldrei ganga upp. Ef við ættum að borga þetta, þá verðum við að tala að við getum ekki rekið heilbrigðiskerfi og opinbert heilbrigðis- og menntakerfi lengur að neini líkingu við sem við erum að gera á Íslandi. En sko, hann heimtar þetta, þeir bara bakka. Auðvitað ef Evrópa hefði verið í sterku stöðu þess að bara við þá bara förum með NATO, við sjáum okkar varti sjálf og við bara semjum við Rússland til lengri tíma litið einhvers konar samkomulag við þá. Það tæki tíma en svo bara aukum við viðskipti okkar við Kína og verðum ekki með nein leiðindi við Kína, bara meiri viðskipti og opnum Evrópu fyrir fjárfestingum frá Kína, frekar en að vera alltaf að Evrópa eins og hún sé alltaf í einhvern veginn að reyna að gleðja Washington með því að vera alltaf að hnýta í Kína, allt þeir eru að gera sér svo vont og slæmt og meira þess að ef Kína eitthvað að reyna að gera í Afríku þá það líka opaslega vont og framvíkunum. Þannig Evrópa einhvern veginn, hún ekkert sjálfstæð. Hún bara gerir það sem að Trump segir og það hann kallað bara daddy og þeir vita að þetta ekkert sko raunhæft að þetta mun aldrei ganga og svo rekið stefna gagnvart Kína sem ekki góð fyrir Evrópu og svo stríð við Rússland sem núna á að fjármagnast í Evrópu. Þannig að sko það liggur alveg fyrir að Evrópa
er óttaslegin vegna stríðsins við Rússland og líka það að viðskiptaþvinganirnar og stríðið hefur ekki skilað neina þess að þeir héldu Og og eru þá verða líka þeir að halda Rússar stríðinu áfram. Bandaríkin út úr álfunni. Það er bara, ég held að það ekki bara raunhæf staða að NATO að Jú. veikjast vegna þess að það er bara minni áhugi Bandaríkjamanna að vera með einhverja skuldbindingar inn í NATO. Ég held að það liggur bara í augum uppi. Það þjónar ekkit hagsmunum Bandaríkjanna. Evrópa eftir seinni heimsstyrjöld var alltaf númer 1 hjá Bandaríkjanna. Núna er hún í mestarlagi númer 3. Aðalsvæðið í dag til lengri tíma litið og Trump áttar sig alveg á þessu held ég, að það er Austur-Asía vegna Kína er að vaxa og styrkjast og það bendir allt þess að Kína haldi áfram að vaxa og styrkjast og Bandaríkin þurfa að horfa á það. Svo er það Miðausturlönd. Staða Bandaríkin ekkert góð þar. Ef þú tekur Persaflóann, það er afskaplega slæmt samband við Íran og Bandaríkin tóku nýlega þátt í árás á Íran. Hinum megin við Persaflóann er Sádi-Arabía. Sambandið við Sádi-Arabíu er ekkert sérstaklega gott í dag fyrir Bandaríkin. Sádi-Arabía er mjög illa við að stuðning Bandaríkjanna við Ísrael og sérstaklega þegar verið að sprengja, taka af lífi alls konar fólk út í síðast samningamenn í Katar sem er hérna á landamæri við Sádi-Arabíu. Þeim er mjög illa við alla slíka hluti og óttast náttúrulega sína leiðtoga hvernig þeir getur staðið í svona málum. En það er alveg ljóst að heimurinn orðið fjölpóla og að minna Kína er að eflast og að þar þurfa Bandaríkin að einbeita sig hér og það er verið að segja, er alltaf verið að tala um það að Rússar séu með svo mikla útfærslustefnu. Og ég velti fyrir mig hvaða lönd er þessi Rússar hafa verið að taka yfir eftir að Sovétríkin féllu. Ég meina Rússland Sovétríkin féllu og þeir hafa tekið hluta af Úkraínu, við þekkjum aðstæðan vegna þess, en það hefur ekki verið mikið útfærslustefnu. Samt hafa stórveldi Georgíu, þú nefndir það tilhneigingu. Þú nefndir nú Georgíu áðan og við getum farið og nefnt Afganistan og Já, það er allavega ekki, það sem hefur verið að stækka er NATO sem er orðin 32 lönd, 12-38 og svo Evrópusambandið. Og sérstaklega NATO er eitthvað sem að Rússar líta á sem bara algjöran fjandmann, því það var Varsjárbandalagið svo NATO. Og NATO hefur aldrei verið lítið á þessi varnarbandalagi í Rússlandi. En þegar Kínverjarnir eru stórveldi og þeir hegða sig svona líka, þeir eru að þjarma löndum í Suður-Kínahafi sem er Vietnam, Filippseyjar, Brunei og Malasía. Og stórveldin haga þessu svona, þau þjarma að og reyna að breiða úr sér. Í þessu fyrir Kína skil ég ekki það mál vegna þess að þeir eru með svo kallan 9-dash line, þeir eru búin að merkja sér ákveðin svæði aðalega eða allt Suður-Kínahaf með því að búa til eyjar og gera alls konar hluti, búa til svona kennileitur sem ég skil ekki því að það er ekkert land sem er háðara því að það sé frjálsar siglingar allt en Kína. Kína er stærsta útflutningslandið langstærst í heiminum. Það er engin háðari þeim en þeir því að allar siglingaleiðir séu galopnar alls staðar. Það er ekkert land sem treystir meira á það að halda öllum siglingaleiðum galopnum. Þess vegna að vera með þessi... Hilmar, Ragnar Baldursson sem er Kínasérfræðingur og kemur stundum í viðtal, hann skýrir þetta Kínahafsmál og Kína þannig að þetta sé að sumiliti sögulegt að þarna féll Kína þegar Vesturlönd komu þarna megin inn, þarna var ekki Kínamúr, þannig að það sem að Kínverjar eru að byggja upp á Kínahafi með þessum eyjum og svo uppbyggingu flotans eiginlega maður ætti að horfa á það sem Kínamúr. Þeir eru að búa til eitthvað svona varnar viðbúnaðarna sem að veldur því að ekki nokkru manni detti í hug að ætla að ráðast á Kína þarna megin frá. Svona lýsir Ragnar þessu. Já, þetta þýðir það að þetta þýðir það hann er land sem heitir Filippseyjar sem er 125 milljónir manna, töluvert öflugt land, eyja náttúrulega, eyjaklassi, að það er komið í varnarbandalag með Bandaríkin sem að væri ekki næstu því eins og örugt eins og ef að þetta væri. Vietnam sem er gríðarlega öflugt ríki, 100 milljónir manna gríðarlega öflugt hernaðarlega, sem að síðasta stríð sem að Kína háði var 79 við Vietnam á Norðurlandamærunum og Vietnam var unnið það stríð, hruktu Kínverjana í burtu. Og ég myndi skýra að það gerist vegna þess að
Víetnamarnir voru nýkomnir búin að sigra Bandaríkin á vígvellinum og víetnamski norður-víetnamski herinn var gríðarlega harðskeyttur á þessum tíma og þeim tókst að hrekja Kínverjana tilbaka og unnu það stríð. Þannig að sko, og það sem að Víetnam núna að fara að líta töluvert til Bandaríkjanna sem bandalagsríkis. Það ákveðin hætta fyrir Kínverjana ef þeir eru konur með Víetnam sem Bandaríki sem bandalagsríki og mér skilst að ungir Víetnamar margir, ég bjó í Víetnam í 3 ár fyrir oft í Víetnam, að þeir ungir Víetnamar sem ég að tala hallast undir að vera í samstarfi við Bandaríki og Indonesia sem gríðarlega öflugt land sem gerir ekki tilkall til Suður Kínahafs, þeir eru þarna samt í nágrenninu og hafa ágjörð af þessu, þeir eru hérna 300 milljónir. Þeir hafa sagt ef að Kínverjar að þjarma að okkur hérna, ASEAN-löndunum, þá förum við að efla varnarsamstarfi við Bandaríkin, Malasía, sem fyrir 40 milljónir manna. Þannig að ef að Kína verður mjög harðhent, að þá þessi lykil ASEAN-lönd og þar á meðal Tæland sem með yfir 70 milljónir manna, þá fara þau að horfa meira og meira til Bandaríkjanna. Það getur vel verið að þeir geti búið til eitthvað virki, þó ég hef ekki stúdrað það sérstaklega, en ég veit að ASEAN-löndin sem hafa lagt mjög mikla áherslu á að vera í miklum viðskiptum við Kína, gríðarlega miklum viðskiptum, og sum löndin líka sem í miklum viðskiptum við Kína í miklum öryggismála samstarfi við Bandaríkin eins og Japan, Suður Kóreu og landana, og Ástralía, en ef að Kínverjar verða harðhentir, þá fá þeir öll þessi lönd á móti sér. Og sko ASEAN 700 milljónir mann. Og þetta á meðan að Kínverjar að fást við öldrun vegna það sem var það single child policy sem mun geta veikt Kína til lengri tíma litið, þá eru þessi lönd mörg með ungt fólk og þeim að fjölga frekar hratt og hagkerfin eru það vaksa hvergi hraðar en þetta. Þannig að það sem hættan að hinna leina það, þeir séu að búa sér til óvinni og það væri afskaplega óheppilegt fyrir Kína ef að þeir verða svo harðhentir við Víetnam, því Víetnamar eru mjög reiðir út af þessu Suður Kínahafsmáli, að þeir fari hreinlega í varnarbandalag með Bandaríkjunum og það sé komið varnarbandalag í Austur-Asíu sem með norðurlandamæri við Kína. Þannig ég held að Kínverjar þurfa að fara mjög varlega í þessu málum og líka að reyna að vera að trufla siglingaleiðir og vera slíka hluti. Það getur leitt til þess að þessi lönd fara að trufla siglingaleiðir Kínverja, gáða því að langmest að flutningum Kína til Evrópu og Norður-Ameríku, þeir getur svo kallan Malakka-streit sem á milli Indónesíu og Malasíu. Og ef að þessi lönd sem Malasía verður mjög pirruð út í Kína og það verður átök, þá getur það lúkað þessari leið. Og hvað mun það hafa áhrif á, þá lokast oljuflutningar frá Persaflóanum til Kína. Já. Þannig að sko, ég held að þeir fara mjög varlega í þessu. Já, en ef við förum aftur til Evrópu að ef að Bandaríkin, það má horfa til lengri tíma og Bandaríkin eru svona frekar á leiðin út úr Evrópu. Það ekki sem að helst vantar í Evrópu svona endurmat á stöðu álfunnar í heiminum, í fjölpóla heimi? Hvernig við ætla að hafa þetta til lengdar, hvernig við ætla að leyfa við það að hafa Rússland þarna á Austurlandamærunum og hversum viðskiptu við ætla að eiga við Kína og önnur Asíulönd. Við erum líklega að sigla inn í eitthvað sem verður kallað öld Asíu. En það hins vegar vegna þess hvernig álfan samsett að þarna eru ólík þjóðríki og svolítið svona ólík stefna hér og þangað og ólíkir hagsmunir sem eru þarna, að þá eiginlega ekki hægt að sjá fyrir sér að Evrópa muni hafa getu, burði eða afl til þess að endurmeta stöðu sinna. Já, sko, ef Evrópa var að hugsa eigin hagsmuni, því Evrópa Evrópa er að gleðja Washington oft, að stefnan oft að gleðja Washington en ekki að hugsa hagsmuni Evrópu til lengri tíma, virðist mér vera. Og Danmörk og svolítið land eru sko dæmi taka þátt í country of the willing og allavega gera alls konar hluti til þess að hafa Washington ánað. Ef Evrópa væri að hugsa með eigin hagsmuni til lengri tíma litið, þá myndi hún kannski segja sem svo hún myndi
hún verður að auka styrkja sín hernaðarlega. Það er alveg ljóst að það þarf að gera eitthvað í því. Það ég ekkert en þó að sé verði ekki 5% verkleg landsframleiðslu, þá þarf Evrópa að reyna að verða sjálfstæðari í sínum varnarmálum og það kostar eitthvað. Til þess að þurfi ekki að eyða jafn miklu til varnarmála eins og nú í dag, að þá þarf Evrópa átt að sjá því að þó að margir hati Rússland og sérstaklega Putin staðir í dag, að þá þurfi að ná einhvers konar samkomulagi, einhvers konar skilningi við Rússland og einhvers konar stöðuleika samskipti við Rússland með einhverjum hætti. Angela Merkel hefur verið að reyna að gera þetta. Það mislukkaðist. Hún hefur verið að reyna að koma á einhvers konar, því hún var leiðtogi, einhvers konar samkomulagi. Hún veit að hún hefur örugglega vitað að það var áhættusamt og mjög erfitt, en þá verður líka að hætta að stimpla forseta Rússlands sem Hitler og fara umgangast forseta Rússlands á eigin nótum en ekki að þetta sé annar Hitler og þessi sé geta semja. Þú mátt ekki líta öllum samningum til lengri tíma til, þú getur það ekki, þú talar 1000 ár eða eitthvað svoleiðis, þú talar svo lengt tímabil, en þú getur ekki lifa við það. Þannig ef að verið að ná einhverjum stöðuleika við Rússland, þá Evrópa styrkir sig hernaðarlega, að þá gæti hún náð betri stöðu þannig að þyrfti ekki þá hernaðaruppbyggingu sem annað þyrfti. Og svo varðandi Kína, að vinna betur með Kína, veri ekki alltaf að setja út á Kína allt sem Kína að gera í heiminum og ná betri viðskiptasamningum við Kína og líka það, sko Bandaríkin hafa til dæmis líka verið mjög mikið á móti öllum fjárfestingum Kína í Evrópu. Evrópa er mjög skuldsett og henni vantar fjárfestingu þar á meðal í innviðum. Og þá er spurningin hvort það sé ekki hægt að opna fyrir viðskipti ef Evrópa verður að hugsa um sína eigin hagsmuni. En hún er að hugsa um að ok, við getum ekki verið sambandi við Kína af því þá verða reiðir í Washington. Og ef við ætlum að gleðja Washington þá verðum við að segja að það sé allt ómögulegt sem þeir eru að gera í Afríku. Og þannig að sko, ef að Evrópa væri með sjálfstæða stefnu, auðvitað vil ég frá Íslandi og í Evrópu að halda áfram góðu samskipti við Bandaríkin. Og Íslendingar höfum góða reynslu af samskipti við Bandaríkin í heildina tekið og sé ekkert fullkomið. Ég myndi vilja það, en það er rétt sem þú segir að vegna þess að heimurinn er fjölpóla og vegna þess að Bandaríkin, þeirra ríkisfjármál er ekkert í sérstaklega góðu lagi núna, þeirra skuldastaða er ekkert góða góð og pressan á það er að auka svo mikið að þeir eru að reyna að fækka vandamálum. Og það sem Trump er að reyna að gera með því að semja gasasvæðum. Hann er að reyna að fækka vandamálum, hann vil losna við Miðausturlönd að borðinu hjá sér og geta verið að einbeita sér á Austur-Asíu og að ljúka Úkraínustríðinu. Hann vill ekki vera með öll þessi vandamál á sama tíma og ég held að bandaríski herinn og bandaríski yfirvöld séu átta sig á því að þeir langar alveg örugglega ekki að fara í stríð við Kínverja. En þau vilja geta verið haldið valdajafnvæginu í Asíu þannig að minnka líkurnar á átökum. Og það gerist ekki með því að Bandaríkin séu í stríði í Evrópu, í Úkraínu og séu líka öðru hverju í átökum í Miðausturlöndum. Við viljum fækka vandamálunum og þar er Austur-Asía orðið númer 1, forgangsatriði til lengri tíma litið, Persaflóa númer 2, Evrópa númer 3. En Evrópa einhvern veginn, já, ég held að það sé rétt greiningjaður að eitt hvatinn til að bara halda Úkraínustríðinu áfram og reyna ekki að gera málamiðlanir, kannski getur verið svo von að staðan á vígvöllunum muni breytast Úkraínu í hag, þó maður sjá ekki hvernig það var að gerast, en einlegin er að halda Bandaríkjunum í Evrópu. En ég myndi til lengri tímaleiti vilja Bandaríkin fara að vinna þessari öðrum, en þau eru í pattstöðu út af þessu Úkraínustríði og út af þessari átökunum í Miðausturlöndum, að þau komast ekki til Austur-Asíu eins og þau vilja gera, en munu gera það fyrir það síðan. Og svo er þetta bara með Evrópu, þess að benda á, þetta eru 27 þjóðríki. Hvenær kemur ykkur leiðtogi sem að er tilbúin að hugsa til lengri tíma fyrir alla Evrópu í heild? Ég held að Angela Merkel hafi verið að reyna það. Hún hafi verið að reyna að segja okkur við verðum að finna einhverja lausn við Rússland og einhvers konar samkomulag og semja við þá. En Eystrasaltsríkin, mér finnst þetta að vera áberandi með þau. Ég er búin að vera farangað í 30 ár og mér er afskaplega hlýtt þessara landa. Ég er búin að kenna þarna mjög lengi og ég vil þeim mjög vel. En ég hef verið að segja við þau að þið verðið það átt ykkur því að stórveldi eru hugsa sína hagsmuni fyrst og fremst. Og við Íslendingar höfum alveg fundið fyrir þú varst að nefna dæmi.
þegar herinn fór hérna í óþökk íslenskra stjórnvalda 2006, í kreppinu 2008-2009, þá vildi Washington ekki taka upp símann ef að Seðlabanki hringdi til þess að fá gjaldeyrislán. Þeir hafði ekkert við okkur að tala. Þeir hins vegar hafa komið tímabil þar sem þeir hafa reynt að miðla málum fyrir okkur, til dæmis við vorum að vinna í okkar landhelgisbaráttu. Þannig að sko Bandaríkin eru aðilar sem að við getum alveg unni með, en við verðum að skilja það að Bandaríkin eru fyrir Bandaríkin, fyrst og fremst. Og það er það sem ég finnst Eystrasaltsríkin ekki skilja, að svo tími kann að koma að Bandaríkin hafi bara mjög lítinn áhuga á þeim, en staða okkar Íslendinga er önnur heldur en þessara landa því leyti að frá hernaðarlegu sjónarmiði eru við miklu mikilvægari. Það væri skelfilegt fyrir Bandaríkin að það kæmi rússnesk eða kínversk flotastöð mitt á milli meginlands Evrópu og meginlands Norður-Ameríku, held ég. Þannig að við erum í annarri stöðu. Ég held að Eystrasaltsríkin skipti takmörkuðu máli fyrir Bandaríkin, og Úkraína skiptir takmörkuðu máli fyrir Bandaríkin. Bandaríkin hafa aldrei verið að reyna að ná tökum á Svartahafinu. Svartahafið, það sem þeir hafa barið sem Svartahafið getum aldrei þar, eru Rússland og Tyrkland. Og Rússar hafa alltaf litið á Svartahafið sem gríðarlega mikilvægt fyrir sig, og það er ljóst. Og þeim finnst að hafa verið þrengt að sér, því að löndin í kringu Svartahafið, þú veist hvaða löndin þetta er, eins og Búlgaría og Rúmenía og Tyrkland, þetta er allt NATO-ríki. Og ef Úkraína og Georgía hefðu farið inn í NATO, þá voru öll löndin í kringu Svartahafið nema Rússland NATO-ríki. Ég meina, ég myndi sjálfur, ég væri forseti Rússlands, ég hefði mjög miklar áhyggjur af þessu. En ef ég segi þetta í Evrópu, að ég myndi, þá er þetta, já, þú lítur að vera pútinisti. Ég meina, ef ég væri forseti, það er alveg sama hvað forseti Rússlandi væri, þú vilt ekki vera í þessari stöðu. Þess vegna, þegar þetta gerist, þá verður ákveðin andstaða, og svo einhvern tíma sauð upp úr, og svo bara eins og ég sagði við því upphafi samtalsins er þetta. Sko, ef það átti að tala um að Úkraína færi í NATO, þá átti ekki að fara að bóka svona ákveðið það í fundargerð NATO, nema það væri samstaða, en það var ekki samstaða. Og þeir sem komu í veg fyrir að Úkraína færi inn í NATO strax, fljótlega, var NATO sjálft. Þannig að þetta var ekkit Rússland sem gerði þetta, það var NATO sem gerði þetta, og það átti ekkit að gera þetta. Og þetta var náttúrulega algjör farsi síðan að landið sé að reyna að komast inn í NATO, síðan leiða 17 ár, og svo kemur nýr forseti í Hvítahúsið og hann segir bara blæs alltaf saman af. Ég meina, þetta er ekki hægt að búa til svona lygasögu, þetta er svo skrítið aðdragandi. Og hérna, en auðvitað, að mínum dómi, ef að Úkraína hefði farið inn í NATO, segjum að verið samstaða, eins og þegar Eystrasaltsríkin tala að þau farið inn í NATO, þá var það gert, það var samstæð það. Þú fóru inn 2004, það var samstæð á Pólland fóru inn 99, það var samstæð það. En það hefði allir farið inn öðruvísi. Þannig að, sko, að það var samstæð, þess vegna hefði verið hægt að gera þetta. En það var ekki hægt að gera þetta, og það var alveg ljóst að Angela Merkel var á móti þessu, og forseti Frakklands, og voru fleiri ríki. Eystrasaltsríkin og Pólland voru mjög fylgjandi þessu, mjög ákveðið, og svo George W. Bush forseti Bandaríkjanna. Þetta var óraunsætt, og ég held að þetta hafi verið óheillagt skref fyrir Úkraínu og fyrir Evrópu. Herru, Hilmar, nú setjum við hérna komu í þessu frásögn af lygasögunni sem við lifum, eða því sem að virðist vera svo ótrúlegur framþróun sögunar, að hún er stundum skritin. Ég fæ líklega að slá á þráðum til þín í næstu viku, eða ekki? Jú, þakka kærlega fyrir. Takk kærlega, við heilsum öllum í Tælandi. En við höldum áfram hérna við rauðaborðið, næsti kafli er eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi Samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að Samstöðinni. Samstöðin.is